myndi segja að þetta væri kannski bara á öfugum enda palettunar. Já, einmitt. En þetta er byrjað. Alltaf því ómögulegt. Vel gert til Gabriel, vinnur boltan og kemst fram hjá varnarmenninu. Lítur upp, Stefáni Valdaður, hann gerir bara áfram sjálfur og það er brotið á honum, klárt brot og aukaspyrna á stórhættulösta. Þetta var flott hlaup, Gabriel. Já, ræðir yngi giggunum. Ræðir giggunum í stæði. Það er Múfa sem stendur yfir boltanum, tekur skotið og hann er í markinu! Þetta var glæsilegt, geggju, aukaspyrna. Fór þetta ekki að varnarmenni, Sigur? En hún allavega lag giggun inn í netið. Já, þarna var Ólafur Kristófer kominn í hægra hornið en boltinn virðist að Kemur svo oft í þessi færi, hann einhvern veginn er að klúra sig í gegnum varnarmennina. algjörlega, en nú eru fylgismenni konir í skyndisókn og stórhættulegu færi, boltinn var farinn aftur. Lappa fram með Sindra, boltinn kominn hérna úti, vinstra megin kemur boltinn fyrir, þar var ekki Marinn sem að skella boltan og kemur skotið út á tegnum, Sindri ver með þetta alveg á hreinu, allt nema kannski sendingin frá sér. Já, hann hefði mátt vanda hann aðeins betur. Fylkismenn með mikið pláss, þetta er Pablo með góðan bolta inn og þar, já, heyrðu, hvað gerðist? Mér varst að enginn snertan bara. Já. 7 mörk í 7 leikjum er bara ekki nóg. Kemur Bjarki með sendinguna fyrir, heyrðu, þetta var bara stór hætta. Sindri hérna náði bæja hættinu frá, hann fór þvert fyrir markið, þetta var bara, þetta komið svo fyrir. Kemur yngastið, Ernir lætur hlaupa fram hjá sér og það er jafna Fylkismenn á 87. mínútu. Þetta var allt of auðvelt. Já, þetta var eiginlega bara Alveg magna. Hann láð hann eftir í góðan tíma. Aron Ólaður sem á síðustu spyrnu, þetta er væntanlega síðasta færi leiksins, skýtur boltanum lengst fram, beint í hendurnar á Sindra, kollega síns, sem að skýtur boltanum fram og þá flautar dómari leiksins til loka leiks. Lokatölur 1-1